Það margt og mikið að vera alltaf á Suðurlandinu við sumartíman og komandi helgi þá það uppsprettan sem að verður inn í Skeiða og Gnúpverjahreppi og hún á línunni hjá mér. Magnea Gunnarsdóttir sem formaður menningar og æskulýðsnefndar Skeiða og Gnúpverjahrepps. Góðan blessaðan daginn. Halló, komdu sæl. Hæ, hvað segirðu? Allt gott, það ekki? Ljómandi, jú. Já, það einhvern veginn, það ótrúlega skemmtilegt við Suðurlandið að það alltaf nóg að vera hérna yfir sumatíman og þetta eiginlega svona hálfpartinn eins og bara með fótboltaforeldrina, það svona ágætlega búið að áætla fyrir mann hvað maður að fara að gera. Já, það ekki ágjörð því að finna þú ekki eitthvað að gera. Nei, nákvæmlega. Við erum með þetta alltaf skemmtilega hátíð núna næstu helgi. Já. Og við kallum hana uppsprettan. Og þetta hérna í Skeiða og Gnúpverjahreppi, svo sagður, í Árnesi, nána tiltekið. Og það verður bara vonandi margt mannin og ýmislegt skemmtilegt að gerast. Eitthvað svona sérstaklega ástæði fyrir að þetta nafn valið, uppsprettan? Ákveð var þetta bara svona skemmtilegt nafn, svona nærutanum það sem að nærutanum tilgangin með hátíðinni, bara koma saman og hafa gaman og efla tengslin okkar á milli og þetta verður svona uppspretta gleði og ánægju. Já, þetta mjög skemmtilegt nafn hjá okkur. Yes. En þið ætlaði að vera með hátíðarhöld í rauninni bæði á laugardeginum og sunnudeginum komandi? Já, þetta verður laugardeginum sunnudum, við ætlum að hefja hátíðina 1:00 á laugardaginn og þá verður keppnin brokk og skokk og hún haldin hérna í þriðja sinn hérna í sveitinni og nýtur alveg seint vaxandi vinsælda. Og það þannig að það eru þetta er keppni hesta og manna, það eru lið sem eru mynduð á 2 manneskjum og 1 hesti sem að hlaupa ákveðin hring, það er annar á baki og hinn hleypur og svo eru svona stöðvar á leiðinni þar sem að maður getur geimt trossið og hlaupir svo sjálfur og þá til að næsti sem að í liðinu kemur og tekur svo hestin og svona gengur þetta koll og kolli. Þannig þetta er svona smá svona í svona boðhlaupa, þannig séð... Já, þetta er svona víxl, það skiptast á að ríða og hlaupa, sko. Já, skemmtilegt. Svo er reynda líka hægt að vera, sko, það er bæði íþróttaflokkur og fjölskylduflokkur, þannig að þeir sem að vilja ekki ríða einir, þeir geta líka bara, látið teima sig. Já. Og þá situr annar á baki og hinn annarkvort teimir hrossið eða hleypur við hliðina og svo bara getur maður skipta á leiðinni sem sagt. Þannig að þegar maður er þreyttur að hlaupa þá fer bara næsti af baki og hlauparinn á bak og þannig gengur þetta koll að kolli. Þetta er ríkalega mjög skemmtileg hugmynd. Já, þetta er svo skemmtilegt hugmyndin frá Bandaríkjunum, þetta er Right in Time. Já. Og við vorum fyrst til að koma með þetta til Íslands og svo fréttum við að það var svolítið gaman að við fréttum að í Flóanum að þeir tóku upp hugmyndina og héldu brokk og skokkkeppni líka. Þannig að þetta er að breiðast út. Já. En þið ætli nú ekki að láta fótboltan fram hjá ykkur fara? Nei, svo náttúrulega vilja allir horfa á leikinn og hann er 4:00 á laugardaginn og þá erum við með stórt tjald í Árnesi. Við vitum ekki betur en að það sé bara stærsta tjald á Íslandi sem að sýnir leikinn. Ekki leiðilegt. Yes, og það verður ég bara lofa góðir stemmingu þar. Ég fór daginn þegar síðustu leikur og það var æðislega skemmtilegt. Meira þess að ég hef engan áhuga á fótbolta, ég bara skemmti mér alveg konunglega þannig. Já, það ekki. Ég held að það er samkenndin einhvern veginn, ég veit það ekki, en þeir eru náttúrulega að spila strákarnir við Ungverja á laugardaginn. Það er á laugardaginn 4:00. Já. Og svo þá kvöldi þá fáum við til okkar Magga Kjartans. Og hann ætlaði vel að spila fyrir okkur bara í sundlauginni svona til að byrja með á sundlaugabakkanum og hann spilar eitthvað og spjalla við okkur og svo færum við okkur yfir í Árnes svona þegar líður á kvöldið og hátrallar hann með okkur eitthvað og hann klikkar ekkert við þekkjum hann, hvernig hann er. Hann er yndislegur. Hann er yndislegur. Svo á sunnudagsmorgninum þá er eitthvað sem margir hafa kannski beðið eftir, þá kemur leikhópur að Lotta til okkar. Með sýninguna sinni sem heitir Litaval og þeir eru náttúrulega ég held að það sé svona ef maður prófa þau einu sinni þá bara lætur maður þau ekkert fram hjá sig fara næsta árin. Nei, þetta er mjög skemmtilegur hópur. Mjög svo skemmtilegur hópur. Já, þau eru alveg algjör snillingar og þau verða í brekkunni hjá sundlauginni að öllum líkindum ef það verður alveg kolvitlaust veður sem lítur ekki út fyrir þá höfum við möguleikann á að fara inn í Árnes. Já.
þar erum við með stórt svið og stóran sal, en mér sýnist allt lítið út fyrir ágætisviður. Svo ætlum við, eftir það, þá verður svona uppsprettu gleði í ýmsu tægi sem við köllum það. Við ætlum að bjóða upp á handverks- og listmunasýningu þeirra sem að búa hérna í sveitinni. Það er svona, já, það verður svona sýning og sala jafnvel líka á handverki og listmunum og fatahönnun og ýmsu slíku. Og nú Hans Allan verður með málverk, sölusýningu á málverkum, og það eru naut sem hann er búin að vera að mála, mjög falleg málverk. Og svo verður þarna fyrirlestar það verður María Höll Lindudóttir sem er þjóðfræðinemi. Hún ætlar að segja frá mannlífinu í Þjórsárdal í kringum Heklugosin og svona áhrifum þeirra, og svo verður þarna Finnur Hafleðsson, hann ætlar að segja okkur frá lokaverkinu umferð göngufjöls á Engalandi. Mjög fróðlegt. Og svo verður myndbanda marathon. Geturðu skýrt það eitthvað betur út fyrir mér? Já, það er líka svolítið skemmtilegt. Ég er mjög spennt fyrir því. Það er svona leikur. Þá mynda keppendur lið, 3 frá 3 og upp í alltaf upp á 7 í liði, og þeir fá ákveðið fyrirmæli og nokkuð svona handrit með götum sem að þeir eiga svo að nota sér til þess að búa til stuttmynd. Já, fylla upp í eitthvað? Já, þeir fylla upp í svona einhver göt í handritinu, og það náttúrulega verða enga 2 stuttmyndir eins. Nei. Og þetta þurfa að vinna bara á tíma, þannig að þetta verður svona ekkit ofvanda, og þá eru þetta mjög skemmtilega, því að þá veit maður aldrei hvernig útkoman verður. Nei, það er ólíkir karakterar að koma einhvers staðar saman. Það er nefnilega þess að vera, og þegar maður þarf að vinna á hraða, þá kemur ofta eitthvað skemmtilegt út úr þessu, sko. Já, hugmyndirna þurfa að fæðast fljótt. Akkurat, það er allt skemmtilega þannig. Og þetta er mjög spennandi, og við ætlum að svo bara að, það þarf ekkert nema síma til þess að mæta bara með síma til að taka upp á staðinn, þetta er ekkert flókið, og svo verður þessi bara hlaðið niður á YouTube og þá er hægt að skoða, að fá áhörundur að sjá. Já, skemmtilegt. Svo ætli ég ratleik? Svo verður ratleikur, hann verður þarna 2:30 og svo allan tíman á sunnudegum verður líka hopp og kastali og klifurveggur, þannig að það verður nóg að vera hægt að kaupa sér að borða. Og svo endur við þetta með verðlaunaafhendingu og svona smá loka athöfn. Eitthvað fyrir alla fjölskylduna? Ég held að sé út fyrir þetta. Þetta er skemmtileg hugmynd hjá okkur. Ég vona að kíkja sem flesti til ykkar helgina, og þið fáið sól og sumarill? Við fáum sól og sumarill, já. Við erum búin að panta það. Já, nákvæmlega, panta það allir. Það er svolítið svoleiðis. En Magnea, gaman að heyra í þér, og ég hvet fólk líka til að fylgjast með ykkur inn á Facebook síðan ykkar, Uppsprettan. Það er rétt. Allar upplýsingar þar. Glæsilegt. Góða skemmtun til ykkar helgina, komandi. Takk fyrir. Allt er fína. Allt er fína. Já, bless.